í spín eða? Já, þetta er það sem maður Koma skall. Þetta eitthvað annað að þetta saman? Dammit. Ég veit ekki. Það var bara Tómas Það var tilbaka líka. að vinna alltaf. Það þarf að vera alltaf á honum, dekka, sem sagt, kastmanninn. Kemur flautan. Við varum orðið með aukaspyrnuna, þessi kemur innar og Gunnleifur kemur. Það kongur að það. Þá vil ég fá hann hérna á fyrir Gulli. Þá bara taka hlaupið alla leið og lúðurum alla leið. Þið sjáu hérna feelinginn. Þetta er að fara að gerast núna eftir nokkra klukkutíma. Stutt í þetta, 2 tímar í þetta. Þá fáum við svona feeling. Þetta mun vera að spila fyrir okkur, þjóðsöngurinn. Stoltið strákar. Þetta er stolt að fara á hana völl og gera góða hluti. Þú kvöldar allt út sko. Hvað segir Gilli? Átti ég að taka hvað? Átti ég að klippa þig út alltaf? Já, nú, þetta er bara þetta aðrið, annars máttu hafa með þessu aðarstjórnum þessu. Það er skemmtilega, veit það? Já, það er reyndar. Það er gaman. Nei. Jú. Gaman. Bara 3 mínútur í Laugardalsvöllinn og veisluna sem við erum að fara í. Tökum stóra köku að henni. Já. Ertu spenntari fyrir þessum leik heldur en öllum þessum úrslitaleikjum sem þú tekur þátt í? Já, allan mómentið er það núna. Það er ekkert meira spennandi heldur en þessi leikur. Sást þetta bara meniskus, svo tók ég bara meniskus, svo bara... Frábært. Sminkaðan og það. Útlæn. Maður skott. Nei. Slutt ekki með það. It's always like this. There we go. Men maður er ekki stórleik í dag sko. Þá bara, þú veist, þá getur maður hægt í fótboll. Það er að spila fótboll að þessu. 30, bara 36 mörg í eftir. Nei, í eftir. Hérna. 20. Nokkur vítum. Alltaf rölti eitthvað maður. Skáleysi. Veistu það, þetta er erfitt. En það verða 3 mörg skoruð. Ok. Ég ætla að vona að verði Blikar 2-1. Bara góð sko, ég held að það verður þetta 2-0 fyrir Blikum sko. Ok. Það trúa því sko. Það er alltaf svona bjartsýni fyrir Blika þannig. Já, það verður ekki að vera það. Jú, það er rétt. Það er bara þannig. 2-1. 2-1 segir þú? Sigur var bara að loka mínúturum. Ok. Helga er að fara að skora 3 í kvöld. Það er bara þannig? Já. Ok. Ég held að þetta hafi sko. Þú ert bjartsýnn? Já. Þú ert líka bjartsýnn að eðlisfærið ekki? Já, ég veit ekki, en það hefur nú litlu munað í sumar sko og í fyrra. Nú var þetta tekið.
Við vinnum. Við vinnum. Ég er bjartsýnn í dag. Já. Hún er svartsýnn alla vikuna. Ingvaldur Gústafsson hérna, við erum búin að ná Ingvaldur Gústafssoni, heyrðu þið? Ingvaldur, hvað ert þú búin að taka þátt í mörgum úrslitaleikum í gegnum tíðina? Í bikarnum? Já. Ég var ekki með leiknum 71 heiða. Þú varst ekki með 71? Ekki heldur 99. Nei, 2009. 2009. Já. Það var einhvern veginn handamilli sem ég var að spila. En þú hefur alveg viljað spila ykkur á úrslitaleiki, eða ekki? Já, gætan, já. Já. Þú spilaði einn úrslitaleik sem ég man eftir, það var í 12 ára bekk þegar þú varst í Káttlinskóla. Hvernig var það? Já, það var skemmtilegt. Hvaða skóli vann þetta? Vel gert. Ég hef nú unnum og flesta aðra, sko. Já. Þakka til að það er í hinliðinu. Sem vann skólakeppnina á 12 ára? Já. Já, ok, takk fyrir það. Á leikinn? Já. Eða liðið, eða hvað er það? Já, bara leikinn í dag. Ég er mjög stressaður. Hvað er svona stressaður yfir þessu? Bara alvöru leikur og titill í húfi og bara þegar ég er spenntur og heldur við vinnum þá töpum við, en nú er ég stressaður. Það er bara þannig. En nú er þú hérna fyrirliði liðsins 2009. Sá leikur var mjög spennandi og skemmtileg. Hvernig leiði svona, þegar þú varst inn á vellinum og spila þann leik? Það er bara miklu auðveldara að vera leikmaðurinn á vellinum. Það er bara ekki hægt að vera stuðningsmaður því að maður er svo stressaður. En bara að vera leikmaðurinn á vellinum þá ertu bara að spila leikinn og gera eitt besta og fylgja taktíkinu og fylgja skipulaginu. En núna bara sem stuðningsmaður 100 sinnum meira vesen. Alveg stress, en ég heldur tökum við þetta. Ég held að þetta fari svona, þetta fari 1-0 fyrir okkur. 1-0 fyrir okkur, segir fyrirliðin 2009. Ég ætla að segja Elli Helga setja. Það er bara þannig. Það er leikur í loftinu. Djöfull leikur í loftinu. Hérna er nú eitt sem hefur spilað úrslitaleikina nokkra. Hvað segirðu? Ég er frábær, sjálf að verið betri. Sjálf að verið betri, hvernig heldur þetta að fara í? Herðu, við tökum þetta 3-1 í framlengingu það. Kláraði í framlengingu. Þetta er fyrir svona lág. Meira fyrir peningi. Ertu búin að sjá liðið hverju spilaða? Já. Hvernig líst þér á það? Bara gríðarlega vel. Það snýst kannski ekki það hverju eru inn á. Bara snýstum að mæta tilbúinir í leikinn. Það vinnum við þetta. Það er bara þannig. Ég er geggjað. Það ekki? Já, hvernig heldur þetta að fara í dag? Ég held að við strauðum þetta. Það þurfum við endilega að murka en við náum þeim alltaf, allir mínir spádómar í fótbolta, þeir eru ekki byggðir endilega á vitneskju og reynslu, meira bara svona á svona eins og kolkrabbi sem alltaf að spá hana úrslit í HM og svona. Ég er þessi kolkrabbi og ég spá alltaf rétt. Eins og menn muni eftir því þegar ég spáði fyrir nákvæmlega markatölu þegar ég voru að pöllunum í París á móti Austurríki. Og ég held að við strauðum þetta á svipuðum nótum. Og þú ertu komið með ykkur á tölur? Já, ekki bara leifa Stjörnunni að fá bara þau mega svo sem fá, þau mega alveg eiga 1 mark þarna sko, en þau ekki hafa okkar 2, sko ekki taka 2. Það er bara þannig. Já, 2-1 held ég að sé, þá erum við ekkert að nýðulega þá og mikið, en við erum bara til það. Heyrðu, jæja, þá kemur trómarinn. Hvað segir þú? Hvernig hefur þetta eftir að enda í dag? 2-1 sigur í framlengingu. Ok, heldur þetta að fara í framlengingu? Já, ég bara vona það besta. En maður er náttúrulega bara, maður veit ekki neitt. Nei. Þetta er svolítið erfitt að spá í þessum leik. 2-1 í framlengingu var þarna góð skemmtun. Það væri það. Það væri kalt en góð skemmtun. Fyrst og síðast það var þetta hátíð. Maður er að hitta hérna endalaust af blikum sem maður hefur ekki náða samskipti við í bara allt og mörg ár sko. Það eru síðan 2009. Já. Nei, sumir hverjir sko. Og það er bara, þetta er bara annað, blikar koma, þetta er geggjað. Ég vil bara fá leik, almennilega leik. Nei, á hvort sem þá langar mig að segja. Mér er bara í alvörunni að þakka strákonum fyrir hérna ferðalagið í þessi úrslit sko. Þetta er algjörlega geggjað. Þetta er ekki sjálfgefið og maður átt að sjá því og þetta er bara, þetta er geggjað. Ég er líka bara að þakka Gull fyrir að láta 75 árgangi líta út eins og fucking fituhjassa í stúku hvern einasta leik eftir leik. Takk fyrir það.
talið. Þetta er alltaf börnum. Kúlukam! Við erum að fá okkur aðeins sæti hérna eins og slaka á. Bara rétt að anda. Njóta mómentsins. Það er innri íhugun. Nei, það við byrjum. Hvað ætlum við að gera? Fyrsta? Sama? Við byrjum að bóta. Fyrstu 10 mínútur og verða bara langur upp og vinna seinni bara. Það er ekki að byrja bara strax. Það er eins og venjulega. Spilum á miðina, færum hann niður í hafsætt, mögur út í kantinn, kemur langur bolti, frýsum aðeins út, vinnum boltan sjálfsögðu, þannig að það er ekki flókið, það breytist ekkert. Gefum okkur smá moment, 10-15 sekúndur, hlustum á íðinn frá stuðningsmönnum, njótum þess aðeins, eftir við erum komnir, því við hefum að fylla skýrið eins og við erum búin að tala um. Gefum okkur 10-15 sekúndur, bara moment, þannig að kíkja hvern annan og hvern annan að auðvitað, þetta er félagarnir sem eru að reyna á völlinn. Það er við sem erum að fara inn á völlinn og ætlum að gera góða hluti. Njótið þess. Ok, þókað. Þú sagði, við erum mættir hérna. Fullt af stuðningsmönnum. Fullt af stuðningsmönnum sem ætla að hvetja okkur. Það er klárt. Það eru við. Gefið ykkur komment hvert eru komnir. Gefið okkur allir í verkefnið. Gera það fyrir ykkur sjálfa, gera það fyrir okkur hér, gera það fyrir alla Blika og alla Kópavogsbúa og allar heimi þess vegna sem er að fylgjast með okkur. Gerum þetta hérna, það er næstu 90 mínútur pluss sem að skipta máli í þessu. Undirbúningurinn er góður, við erum allir klárir í slaginn. Vitum hverju við erum að mæta, stjörnuliði, mögulega físík, fótbolti og allt það. Út af þessu græna teppi sem er geggjað, við fáum ekki betra aðstæður. Það er allt hérna sem er okkur í hag. Njótu þess og fögnum eftir leikina! Já, það er rétt, það er allt mómentið hérna. Sjáu þetta. Sjáu þetta. Sjáu þetta. Hvað fyrir konur? Það er mikið íþrótt snýst um bikarúrslitaleikur fótbolta. Drekkið það allt eins, allt. Ef við stressaði ykkur fyrir til drekka það bara notið á þessu bláu. 90 mínútur, 120, 1000 mínútur, alveg saman. Alla sendur. Þetta var ykkar, allt. Fjölskyldunar okkar allar, stúkur, þessi Blika, þessi fólk okkar. Ég er stoltur að það fyrir við þetta. Við gerum þetta saman. Allar við!
Gracias.